við hérna í þriðjumfjöldan og kapplega fjölnis, ekki hjartanlega velkomin aftur á Þorsteinn. Gott að fá íþróttirnar aftur. Það bara hrikalega fínsagt. Stelpurnar unnu Breiðablik í annar umferð sem fór fram daginn. 10 stiga sigur, 6-6, lítið skorað, en góð sigur. Það er rétt. Nú er stelpurnar að vinna fórleikum í tímum, en tímum að taka 6 ánir. Þetta eru tímar. Strákarnir Keflavík frábær sigur og innilega geggjum við ætlum aðeins að fara yfir það við hvernig þetta byrjaði alltaf vel. Nei, við vorum lengi í gang og menn voru ekki að skora og þetta endaði bara jafnir í leikinn en síðan fór menn í gang Hann skoraði þetta 22 stig og dómarinn með hann heldur á. Hann er 22 stig og frá sjónarfram og það er 14 og 15. Þetta er bara svo gott stið að skora rétt, þetta er ekki gæðir. Þessi enn 60 og 50 þóðsendingar. Ég meina 50 þóðsendingar er fullt stig. Ég held við getum ekki kvartað þessi framlega þessu og mér fannst þetta að vera staðan sem hann á að spila. Hann á að vera að koma hennum í færi og ef hann þarf að skora, ef hann er að hitta þá skýtur hann að hitti. Það fann ekki að hann ekki að hitta þannig að þá fór hann alltaf vissulega. Annað að frétta af Keflavík, Arnar Sveins kom vel inn í gær, 15 stig. Eina svona fyrsti alveg leikinn sem var að spila fyrir meistarana. Já, svo vel, sko, 15 stig og þess að geta ég fullur að það er annars yfir 10 stig í meistarana. Og þetta er mikið hægverka spring og voru að bíða lengi eftir að hann springi út og mér sýnist, það var eitt moment hérna það sem að slapp einn í gegn. Það er ekkert að hamra tróðið, en hann ákvað bara fyrir lög. Þetta var svona seinandi það sem starfan hjálp og Finnur eru búin að vinna með hann. Búin að vera með hann í spottanum. Fráskap mikið sem bara út úr súklaður og þessi leikmaður líka. Það bara er vinst að finna sér svo við og heimilega ítlunni. Það var flottum til að sjá. Algjörlega, Valar var eitthvað sterkur í þetta. En eitt sem ég meina að nefna að þetta er það sem svolítið þessi áfram. Það er ekki reynilega að fara mínútur að þetta sem er já, bara flott, hefur ekki. Já, það er alltaf flottur að menn standa sig við. Uppalinn strákur. Nú erum við 2 uppaldar sem spila frá Vindur og Þrösturli og Arnar. Já, það var mjög fáir uppaldar að spila. En það er gott að fá heimamenn að þeir sé að fá myndir. Algjörlega. Og standa sig við. Algjörlega. En annars erum við í Sunnubrautinni. Svali sagði gerðir að þetta sögur frá húsi Strandgötu, það mismælti sig á Stöðu Sport. Já, leiðir þetta hér með. Já, leiðir þetta hér með, þetta er Sunnubraut. Við erum að smækja inn í Blúhöllina, engir áhorfendur, allir vel grímaðir upp. Jú. Skrýmri tímar, einu þeir eru með okkur, við sendum við hérna stúkunni. Vísendur í dag verða alveg og Sigurður Friðrik. Og Sigurður Friðrik er mjög vísandi og hann ætlar að koma með okkur við öðru kóru. Og bætist í hópinn. Við minnum á styrklínuna sem verður alltaf undir. Þetta starfar eingöngunni í samfélaginu, búnaður er dýr og bara halda við. Við hvetjum kemningunni sem við fylgjast með að leggja bæði körfuboltadeildinni og okkur lið. Já, því við viljum að sjálfsögðu sýna alla leikir sem er ekki sýndir í flóðleik. Algjörlega. Og stuðningur ykkar fjölskyldir er mikilvægur til þess. Já, og þannig að sjá okkur þess eftir hvað rúmlega mínútur eitthvað svoleiðis. Já. Sjáum þess. Þetta var bara Ég ætla að vona að það hafi hýrst eitthvað í okkur fyrir grímunum. Já.
Síðan mjútaru mætir hér. Já, ég er búinn að slökkva Á bombmæknum? Já. Það er flott. Er hann hérna, þú veist, er þetta einhver eldri maður eða hvað? Hann er að þjálfa mig hann, 35 ára. Hann er topp maður. Herri, er hérna Viktor farinn aftur út? Já. Hann var svo mikill kærustum, hann var með kærustum á þessum tíma. Herðu, kveikt á mæknuðinum. Erum við live? Já, sæll Alexander og velkomin aftur á borðinu. Já, þakka fyrir það, Sindri. Við reyndum nú að taka spjallinn á hann, en hljóðið var eitthvað misefnað, þannig þetta er svona dálítið test hjá okkur. Já, við erum svona... Hafum við á hreinu fyrir sporðið ykkar? Jú, nýr búnaður líka og svona... Já, nýr búnaður og... Ný staðsetning og skrýtnir tímar og... Það er skemmtilegt að lýsa hérna á stúkunni, miklu með útsýni. Já, og meira pláss og svona... Já, og þú veist, það væri alveg gaman í leikjum að lýsa frá stúkunni. Við erum nálægt áhörðum. Já. Spurning hvort að... Já, Alexander, við ætlum að engja fram. Svona. Ok. Við erum aðeins hérna að prófa okkur áfram. Jú. Við sjáum okkur eitt smá.
Á að koma ljós saman eða kemur ljós á þinn eða? Ok, ég er on. Er þið allir að lýsa? Eða þú líka að lýsa? Ertu að tala? Nei. Já, hann er... Það átti að vera með. Þannig að hendur við samt að hana í... Já, komið sælir áhorfendur KFTV. Það er Sigurður Friðrik Gunnarsson sem heilsar ykkur ásamt. Alexander Hauksson heiti ég. Góðan daginn, þetta er þriðja umferð Dóminusdeildar kvenna. Fjölnir í heimsókn og þær hefja hér leik með því að skora fyrstu 2 stigin. Það er Lína Pikachu sem að skora þetta. Ef við ber þetta yfirst fram, biðst í afsökunar. Það hlutur að koma með tímanum. Anna Ingunn með skot. Gengur ekki. Sara Vastja sem sendi á Margréti. Gengur ekki. Sækir lokastið. Þetta er vel gert hjá Emilíu. Vel gert hjá Emilíu þarna. Sækir að körfunni. Fiskar fyrstu villuna á hina háisnu Línu Pikachu. Vildi þetta hljóti að vera nærri lagi. Byrjunarlið Keflvíkinga kunnulegt. Það er Daniela Watson, númer 6, númer 11 er Emilía Gunnarsdóttir, Anna Ingunn Svansdóttir og Katharina Garðarsdóttir ásamt Salbjörgu Sævarsdóttur. Staðan 2-2 hér í Keflavík. Bæði skotið niður. Frábærlega vel gert hjá Margréti Ósk þarna. Fór fram hjá sínu manni og fann Línu þarna undir sem var búinn að síla Salbjörgu algjörlega af. Brotið fyrir skot. Þessi bolti stólinn hjá Daníelu komaður. Sækir í teginn. Erfitt skot var af. Sara Vastja með frákastið. Margrét sækir í teginn. Finnur Línu sem er fljót að planta sér undir teginn. En það gengur ekki. Anna Ingunn hefur þessa svo. Daniela Emilía. Þetta er vel gert hjá Önnu Ingunni. Gott hjá henni. Skemmtilega gert. Það er boltinn að fljóta vel hjá Keflvíkingastúlkum. Fjögur 2. Sara Vastja sem er erfitt þriggja skot. Emilíana er ekki alveg að halda boltanum inn á vellinum. Keflvíkingar gerir góða ferð í Kópavoginum í síðustu umferð. Unnu þar Blikana nokkuð sannfærandi á meðan Fjölnir stúlkur töpuðu heima nokkuð stórt fyrir Haukum með 16 stigum, 54-70. Þetta er vel spilað hjá Fjölnir stúlkum en þetta skot vel af. Þetta var hún Sara Jassi. Sara Vastja. Já, klikkaði þarna á þriggjastigaskotinu. Fjölnir stúlkur spila hér á 3 útlendingum. Emilía svarar og hún klikkar líka. En Katla hirðir frá vel gert. Vel gert í Kötlu. Fer í frákastið og sækir uppkastið og Keflvíkingar eiga þennan bolta. Katla beint í skotið. Gengur ekki. Aðeins svo langur af hringnum. Klaufalega gert hjá Ingunni þarna. Hún þurfti ekki að brjóta. En sem ekki tundraði hættunni. Og hér sækir Ariel Hím fyrstu villuna á Emilíu. Eins og fyrir segir eru Fjölnisstúlkur hér að spila á 3 erlendu leikmönnum. Og okkar stúlkur með
Daniel Watson hér í sitt annað Daniel Wallen sem er að spila hér sitt annað tímabil fyrir Keflavík. Tók sér frábæli í fyrra. Heldur betur. Eins og allar þessar stúlkur sem að spila fyrir Keflavík. Ekki spurning. Flýtur boltinn vel hjá gestunum. Eftir að vera Sara Jessie. Góð yfirdekkun hérna hjá önnuingunni. Já, við Keflavík stúlkur stela boltanum. Það Daniela. Emilíu Katla í þristinn. Bingo! Svo ná að gera þetta. Snyrtilegt. 7-2. 7-2, fyrst og fremst góð varnarleikur sem skilaði þessari körfu og svo óeigingjörn bolta hreyfing þarna í sókninni og Lína finnur ekki Margréti. Sara Jessie með erfitt ríkistarskot. Lína hinn hávaxna með gott frákast og hún gerir þetta bara nokkuð huggulega. Snýr sér vel í teiknum, mikið öryggi. Snýr Salbjörgu þarna bara af sig sem á bara í mestu erfiðleikum með að stíga hann út, en það er hún talsvert herri heldur en Salbjörg. Emilía klárar þetta ekki. En góð pressa frá Keflavíkurstúlkum. Og Margrét finnur Línu aftur inn í teiknum. Hún út á Fanney Ragnarsdóttur sem er komin í smá vesen í teiknum. Hún finnur Ariel með 6 sekúndur á skotklukku. Lína setur hindrun og Ariel tekur hérna stutt stökkskot sem dettur. Ekkert nema nett. 7-6 og 5:40 rúmlega eftir að fyrsta leikluta hér. Og hér er Katla komin í alls konar vesen. Góð vörn hjá Hún reddar Ariel. þessu. Frábær gabbreining hjá Salbjörgu sem fer alla leið en óheppin með leiðarbið. Að ná frákastinu. Óheppinn þarna. Fanney fær hann hérna á kantinum. Finnur Lína ekki með augun á boltanum þarna. Og setur Sara Jessie hérna hindrun fyrir Ariel og hún er komin með frábær sending. Og Lína í annarri tilraun, nei. Klikkar aftur. Hún er komin með einhver 5-6 frákast hérna strax í fyrsta leiklutan en er ekki að skila þessum auðveldu skoti Móni. Og þarna voru Keflingar bara heppnir að Lína nýtti þetta ekki. Svolítið mislaðar hendurna báða megin hérna í sóknarlega að klára sniðskotin. Katla með neytristinn, þessi langt af. Þannig að Gunnar er að halda þessu. Skemmtilegt júróstepparni í önnu en það gengur ekki. Lína eins og veggur hérna og ver þetta skot. Ariel ítir boltanum upp. Hér er Sara hendur út af Línu sem lætur boltan fljóta vel út í horni á Ariel og Ariel með þrist. Gengur ekki og frákastið Keflavík. Katla með enni þristinn. Hún er búin að vera mjög stutt hérna í þessum skotum og 2 loftboltar hérna í röð. Keflingar gera fyrstu skiptinguna sína þarna. Erna Hákonardóttir kemur inn fyrir önnuingunni og hinum einn kemur Margrét Ósk Einarsdóttir út af og inn á leikmann nr. 14 Emma Sóldís Hjördísardóttir. Vel gert og Ariel er að sækir vituna. Daniel Wallen hennar fyrsta villa og 2 skot og gefst þeim þá tækifæri til þess að komast yfir. Sejún bæði honni og Daniela skiptir hér við hina ungu efnilegu Önnu Láru Vignusdóttur. Stúlkurnar hafa aðeins slakkað á stigaskorun núna eftir þessi líður meira á fyrsta leikluta. En þarna kemur punktur. Hún jafnar þetta, 7-7.
Bæði fara niður. 8-7 Fjölnir, 4 mínútur eftir að fyrsta leikluta þegar að Katla Rún finnur Emilíu hérna á kantinum. Þá er það Anna Lára en hún smá stress hana, erfið sending þvert yfir völlin sem að Erna nær ekki og það er svolítið rið í okkar stelpu núna þessar síðustu 2 mínútur eða svo ekki náða að ógna körfunni neitt að viti eftir fína byrjun. Vantar smá aga í sóknarleikinn. Hér er það Sara Vastjasi að pósta upp svo Salbjörgu og það endar með því að það er dæmda 3 sekúndur hérna á Söru Vastjasi. Góð vörn hjá Salbjörgu en þær er að fá boltan ansi auðveldlega þarna undir nánast í hverju sókn. Við þurfum eitthvað að koma betur í veg fyrir það og það náði sér í þessa stöðu. Salbjörg reynir þrist Og beint ofan í 10-8. Keflaði ekki vil. Skemmtilegt. Hér er hraðablöp. Lína, nei. En Salbjörg gerist brotleg. Og fær sína fyrstu villu. Fyrir Keflaði skiptingu. Inn á kemur Agnes María Svansdóttir og út af fer Emil Ósk. Það var að Lína á línunni. Örugg þar. Setur fyrsta skotið. Staðan 10-9. Getur þá jafna leikinn. Setjum þetta niður sem hún gerir ekki. En gott frákast þarna hjá Emmu Hjördísadóttur sem finnur Línu aftur undir og hér er Sara Vastjasi. Frábær vörn hjá Kötlu en þetta var bara hálfgett varp þarna. Þetta er enn eitt sóknarfrákosti sem Fjölnisstúlkur er að taka. Já. Það þarf aðeins að fara að passa upp á þetta. Í tómi vandræði með þær inn í tegnum. Þetta er vel gert þarna. Erna fær Kristín í hornum sem dettur ekki. Aðeins stuttur hjá henni. Aðeins. Sending fram. Fanney Lína. Agnes María komin inn á og hún er sett hér til höfuðs Söru Vastjasi og meðan Erna er á Aríu og þetta er hornþristur. Frábærlega gert þarna hjá Emmu Hjördísadóttur sem setur þristurinn á horninu eftir Aríel fann hana og staðan þá 10-14 fyrir gestina og Salbjörg aftur í þrist. Þetta er ekki, vel gert. Gott frákast þarna hjá Önnu Láru og brotið á henni. Keflingar þá komnir í skotrétt. Nei, afsakið, Fjölnis komnir í skotrétt. 2 villur upp á hjá Keflavík. Margrét Karlsdóttir komin inn á. Agnes gerir þetta vel gert þarna. Áræðin þarna, Agnes. Hljóp bara fram hjá þeim. Meira svona, þetta viljum við sjá. Þetta kemur til með að opna fyrir aðra leikmenn þessi gegnumbrot og þetta er allt og auðvelt þarna. Það var Ariel Hearn búin að vera allt í öllu í sóknarleik gestana hérna. Ef hún er ekki að skora sjálf þá er hún að finna liðsfélaga sína eftir gegnumbrot. Það er Margrét Edda með Fanney á sér og hún snýr hana hérna af sér, finnur síðan í horninu. Anna vel gert, frábærlega gert en það er ekki að setja skotið. Hún heldur áfram, sækir inn í teginn en dæmt skref hérna á hana. Fekk tvöföldin á sig og full lengi að losa boltan en fínt sjá hún að reyna þetta. Ánægður að sjá þessar ungu stelpur koma áræðinar inn á og reyna að sækja körfunni. Lína
þvílíkur hæðarmunur þarna á línu og frábær vörn hjá Salbjörgu. Tekur þarna Fanney og sendir skýr skilaboð með þessum vörðum bolta, þessum varðabolta. Fjölnir. Lína að fá hann full auðveldlega í teignum. Þetta allt of auðvelt. Ein hindrun og Lína Pigg Sjúte fær boltan inn í teignum og þar hún að fá ansi vænleg færi trekk í trekk og hún hér enn einu sinni að fara á vítalínuna. 12-16 þegar 34 sekúndur lifa hér í fyrsta leikluta. Fyrsta víti gengur ekki. Setur seinna og Lína fær hérna góða hálfa mínútu í hvíld að minnstakosti. Og það Hulda Ósk sem leysir hana hér af. 17-12. Daniela Wollem komin aftur inn á. Og Herna sækir á körfinni, finnur, nei. Þessi bolt aðeins svo hár. Keflavíkurstúlkur búin að vera að tapa svolítið af boltum. Það aðeins að skerpa á þessu. Þá reiknum við með að Fjölnisstúlkur bíði hér og taki síðasta skotið í leiklutanum. Erna Ósk á Ariel Hearn. Og hér tvöfaldað á hana, þeir reyna þryggjast skot sem gengur ekki. Margrét finnur Danielu, 4 sekúndur eftir. Reiknum með að hún taki þetta, tekur langan þrist og þessi var nú ekki langt frá því. Stuttur 12-17 eftir fyrsta leikluta. Gestunum í vil. Stigaskor Keflvíkinga mjög dreift. Já, það eru 5 Keflavíkurstúlkur komnar á blað. Katla og Sara með 3 stig og Anna Emilía og Agnes María með 2 stig hver. Akkurat. Sjáum að hérna líka. Ég myndi nú halda það. Þetta væri ágætis styrkur, ekki svo? Mikið rétt. Annar leikluti að hefjast. Sem fyrir segir Keflvíkingar 5 stigum undir á móti gestunum úr Grafarvogi sem hafa leikið mjög skynsamlega, spilað á sína styrkleika og komist á línuna trekk í trekk í fyrsta leikluta. Ariel þykar og 2 stiga skotinu, langt skot. Nei, það er Keflavíkur. Ok, ekki það. Agnes, reynir þrist, gengur ekki. Þetta styrður sóknarleikur núna hjá okkar stelpum. Það er að finna taktinn.
Stólinn bolti, en stólinn boltinn á Daníelu. Finnur Ernu sem fer upp í leifið, vel gert. Sækir villuna þetta. Villan á leikmann númer 10, hérna ungu Emmu Hrönn Hákonardóttir. Gríðilegt efni þar á ferð. Og Erna fer þá á vítalínuna í sín fyrstu vítaskot. Setur fyrir það. Setna skotið Ernu. Ekkert nema öryggið uppmálað. Mínkattin í 3 stig. 17-14 og hér Ariela í tómu vesinni. Vel gert hjá Ernu þarna. Dýfði sér beint á hana. Sá að hún var rétt komin niður millínuna og ringaði Ariel til þess að leggjast á bakið og hún fór þarna aftur fyrir millínu. Og Keflvíkingar eiga boltann. Við sjáum meira af þessu. Það er Margrét Edda. Fær hindrun. Finnur Ernu úti á kantinum. Og rétt Geigar. Og sækja Fjölniskonur hratt. Koma hér inn í miðjuna. Það er Heiða Hlín. Hún finnur þarna. Flott hjá Fjölniskonum. Finnur Emmu Sóldís sem er með layupið. Það er ekki gott skot þarna hjá Agnesi. Sóknarleikurinn mjög stirður hjá Keflvíkingum. Boltinn ekki að fljóta nægilega vel. Og hér kemur frábær sending þarna og 3 stiga skot. Gengur ekki. Enn og aftur eru Fjölniskonur að taka þessi sóknarfrákast. Þetta er ekki gott fyrir okkur Keflvíkinga. Það er erfitt skot yfir Daníelu en það gengur ekki. Já, það er rétt. Sóknarfrákastin hafi verið allt og mörg. Full mörg fyrir minn smekk allavega. Þær eru náttúrulega með svakalega hæði í þessu liði hjá sér. Vel gert hjá Daníelu. Daníela setur fyrstu stigin sín í dag. Bullyból hérna. Það er allt til að láta finna smá fyrir sér. Við sjáum meira af þessu. Fyrstu stigin hjá Daníelu. Og hér þristur. Gengur ekki. Og þetta endar hjá Daníelu. Daníelu sem með Ernu með sér. Finnur hana og hún klárar ekki. Sóknarfrákast út á Agnesi sem fær ryþma skot. Gengur ekki. Daníela upp í enn eitt layupið sem klikkar. Sóknarfrákast. Og setur hann í gegnum klofið þar. Gert. Góð boltarhring þarna. Og Erna með enn eitt 3 stiga skotið. Gengur ekki. Og sóknarfrákastið er Keflvíkinga. Agnes með 2 á sér inn í teginn en brotið á henni á gólfinu. Þá tekur Jón Halldór Eðvaldsson leikhlé í stöðunni 16-19 fyrir Fjölni. Það verið svanta smá aga í sóknarleik Keflvíkinga. Það er að klikka á heldur mörgum layupum. Það er rétt. Það vantar bara þetta síðasta púsl. 3 stiga skotin ekki verið að detta heldur fyrir okkur. Við fengið nokkur góð opin 3 stiga skot sem hafa ekki verið að detta. En við vonum að þær finni taktinn líða fyrir á leikinn. Heldur betur. Rétt rúma 3 mínútur liðnar leiks, liðnar af öðru leikluta segi ég. Þá klárast leikliðið. Nú vil ég fara að sjá okkar stúlkur stíga aðeins betur út og loka betur á teginn. Það er að komast full auðveldlega inn í miðjuna hjá okkur. Finna opinn mann. Vil við sjá þessa Keflavíkurvörn sem að hefur verið okkar aðalsmerki. Keflvíkingaboltann, Emilía komin aftur inn á ásamt Salbjörgu og Önnu Ingunni sem er hér um boltann. Hún
lætur stela sér boltanum. Ariela Hörn tekur hann af henni, sækir inn í miðjuna og hún fær nær í villuna þarna á Önnu. Og fær 2 skot. Ég tek þetta samt, þetta ágætlega leist hjá mér, ég tek það samt að miklu frekar að senda þið bara á línuna og láta þær aðeins vinna fyrir þessum stigum í stað þess að þær fá að labba bara í gegnum vörnina. Hún örugg í sínum aðgerðum á vítalínunni, 21-16 fyrir Fjölni. Ariel komin með 8 stig. Stórfýra leik. Og Lína fær hann niður á low post þarna með stökkskot, setur það. Ára Edda finnur Daníelu, sækir inn í teginn, tvöfald á hana og Salberg með opið skot upp úr því. Það fer beint ofan í. Skemmtilegi hljóðeffektar sem að hljóma hér í húsinu. Og þá svara Fjölnir stúlkur með 2 stigum. Anna Ingunn hérna stutt. Sara finnur Arielu sem að skrefar. Gera bæði liðbreytingar. Edda kemur útaf fyrir Kötlu og Margrét Ósk leysir Emmu Hákonardóttur af í liði Fjölnis. 25-18 er staðan. Og smá vesen þarna á Keflvíkingum, þær bjarga þessu nú. Katla stillir upp. Daníela fyrir stökkskotið og beint ofan í. Ekkert nema net þessi. Þá eru Keflvíkingar byrjar að pressa og þær stela þessu. Daníela. Já. Og já, tekur sóknarframkastið, fer upp og setur hann. Og 1! Það er komið miklu meiri ákveðin í okkar stúlku núna. Þetta var allt annað, þetta viljum við sjá. Góð pressuvörn þarna, Fjölnis konur ekki undirbúnar fyrir þetta. Tapaði bolti og Daníela gerir þetta vel, sækir villuna, setur skotið og freistar þess nú að klára þessa sókn með einu víti eða ekki. Gerir það. Þetta fer allt onni hjá Daníel. Og þá er munurinn ekki nema 2 stig, 23-25. Vonum við að þetta Þeir pressa vel á Fjölnisstúlkur. Ariel. finnur Sörun í tegnum, hún fer á Daníelu Og nær því ekki, en innkastið er gestana. Það var sennilega verið skýr skilaboð frá Jóna þarna í leikliðinu að fara að láta finna þess meira fyrir sér. Svolítið meiri ákefð í gangi núna, en þetta er aðeins og auðvelt. Góð leikflétta þarna hjá Fjölniskonum. Katla. Salbjörg og fer í þristinn, Katla, og setur hann ofan í. Þá er munurinn ekki nema 1 stig, 26-27. Sara og Ariel stillir upp. Emilia til varnar. Lína fær hann, snýr sér. Við erum hann aftur, hún fer á Salbjörgu og tekur skotið yfir hana. Þetta er snyrtilega gert.
Lína kom með 8 stig. Daniela tvöfalduð, Salbjörg fer á línu. Þetta hrikalega vel gert þarna, glæsilega gert. Sækir villuna. Lína ekki svo snegsta á löppunum og Salbjörg las þetta vel. Fór á hana og sótti villuna og 2 vítaskot. Fyrir niður. Já. Þær eru ekki að gefa eftir. Munurinn er ennþá 1 stig. Sara á línu. Finnur Fanny út á kantinum. Anna til varnar. Emilia komin á línu. Hér að Ariel Hörn 5 sekúndur eftir á skóklukkunni. Hún þarf að taka erfiðan þrist. Setur þetta ekki. Og Salbjörg með frákastið. Nær að bjarga þessu, heldur í sinna og Keflvíkingar sækja hratt. Heyru köllin. Katla finnur Emilie á ferðinni á kantinum. Vel klárað. Nei! Dettur ekki. Enn eitt sniðskotið sem fer forgörðum hjá okkar stelpum. Og Ariela mokar boltanum á leiðinu upp völlinn. Nú vorum við heppin að fá ekki 2 stig í andlitið, 28-29, 2:38 eftir af fyrri hálfleik. Emilia fær hindrun frá Salbjörgu sem snýr inn í teginn, tvöfalda á hana og hér í Anna sem að fiskar hér villu á Fanny. Góð gafbreyðing þarna sem að setti Fanny aðeins og jafnvægi og hún var komin að skrifa eftir og neyddist til að brjóta og sendir Önnu Ingunni þá á vítalínuna í 2 skot og þar með fáum við tækifæri til þess að komast yfir, setjum við bæði honni. Anna Ingunn, öryggið uppmálað. Jafnar leikinn, 29-29. Þessi var óstuttur, Daniela tekur frákastið. Enn er Daniela að sækja sóknarfrákast en skotið ekki rétta leið. Góð vörn hérna á Emilie, hún er að láta Ariel hafa vel fyrir því að koma upp um boltan. Og Lína komin með hann hérna niður, sækir inn í teginn og mér sýnist að vera Anna Ingunn sem er að fá villu. Það er þá hennar 3. villa í leiknum. Það er ekki góða fréttir. 3 villur á Önnu sem að neyðist til þess að yfirgefa völlinn og Erna Hákonardóttir leysir hann af. Þurfum á henni að halda hér síðar leiknum. Skynsamleg ákvörðun hérna hjá þjálfarateyminu að taka hann út af hér að 3 villum. Ariel tekur stutt stökk skot og Lína með frákastið og villa. Villa þarna eftir sóknarfrákast tók sitt. Jonni ekki ánægður með þennan dóm þarna. Þetta virtist Daniela Wallen vera í nokkuð góðri stöðu en hún fær svona 3. villu og Lína fer hér á vítalínuna enn eitt skiptið og Klikkar á fyrra vítinum. okkur til happs hefur hún verið frekar óstöðug á línunni í dag. Jú. Seinna fyrir ofan í. Það er 80-29 og Jonni tekur Daniel út af hér á 3 villum og inn á kemur Anna Lára Vignisdóttir aftur. Katla fer á Margréti og tekur hérna flóter. Já. Þá erum við komin yfir. Það er bara svoleiðis, 31-30. Keflvíkingum í vil. Það er vel gert hjá Salbjörgu. Já, og þær stela þessum bolta. Flott vörn. Gerðum vel. 1,5 mínúta eftir af fyrri hálfleik.
Keflvíkingar yfir með 1 stigi. Katla Rún finnur Emilíu hérna á kantinum sem fær hér hindrun. Sækir inn í teiginn en góð vörn hjá Söru Vastjasi og Anna Lára. Það er af og þær sækja hratt enn og aftur. Frábær sending á Fanney. Þetta var vel gert. Það að keyra hratt í andlitið á okkur eftir fráköst. Þurfum að skila okkur betur tilbaka. Katla finnur Önnu Láru sem lætur vaða. Það dettur ekki og enn og aftur er Fanney að hlaupa völlin vel. En í þetta skiptið eru 3 Keflvíkingar komnir tilbaka. Sara Vastjasi sækir. Eftir á Ariel. Anna Lára hér á Ariel. 20 sekúndur á milli skotklukku og leikklukku og þetta er Margrét Ósk Einarsdóttir sem er að setja hér frist langt utan á velli. Og Keflvíkingar taka leikhlé með 26 sekúndur lifa fyrir hálfleiks. Og fyrstu stig Margrétar í leiknum. Og hún kemur gestunum hér 4 stigum yfir. Liðin verið að skiptast forystuna hér nokkuð ört síðustu mínútur. Stigastar í liði heima kvenna eru Katla Garðarsdóttir með 8 stig, Daniela Wollen 7 stig og á 3 villum. Og Salbjörg einni með 7 stig, 2 villur. hjá gestunum er það Lína Pigg Sjúte með 9 stig. Ariel Hörn með 8. Og Emma Soldís með 7 stig. Koma Keflvíkingar það bil 2 sekúndur á milli skotklukku og leikklukku. Anna Lára finnur Emilíu sem finnur Danielu sem er komin aftur inn á til að klára leiklutan. Og hér eru Keflvíkingar í smá vesinni. Daniela fær hér opinn þrist sem hún tekur og setur. Og ná að gera þetta. Og Sara Vastjasi rétt á að koma skotin af. Staðan í hálfleik, Keflavík 34, Fjölnir 35. Hörku fyrir hálfleikur að baki. Keflvíkingar verið í smá vandræðum með sóknarleikinn hjá sér. En samt sem áður náða að halda sér vel inn í leiknum. Algjörlega allt of mörg sniðskot farið forgörðum hjá okkar stelpum sem að ræða málin í hálfleik og stefna að koma tvíhjaldar. Fjölniskonur verið að spila bara nokkuð vel hér í fyrri hálfleik. Verið að keyra völlinn og Ariel Hörn verið þeirra helsta driffjöður ásamt Línu Pigg Sjúte. Keflavíkastúlkur líka búin að laga þetta frákasta vesen sem það voru svolítið búin að koma sér í. Fjölnisstúlkur voru að taka bara hvert sóknarfrákastið á fætur öðru en eftir þetta leikli hjá Jón áðan þá hafa þær aðeins bætt í frákastin Keflavíkastúlkur varnarfrákastin og það hefur skilað sér.
spila líka með bandið. Já, þá erum við mættir aftur, menn búinir að fara á klósettið og fá sér meira kaffi og svona. Jú, styttist í síðari hálfleik hér í Blúhöllinni, staðan 34-35 fyrir gestina í Fjölni. Það er búinn að vera svona, þetta er búið að vera svolítið, já, pínu karlaskiptur leikur hingað til. Algjörlega. En mikil spenna í leiknum og liðin aldrei verið með meira en 5 stig á milli sitt, sem sagt. Akkurat, minnum að sjá styrktarlínuna hjá Keflavík TV, öll framlög skipta máli, glæsileg þjónusta sem að boður upp á hérna, hvetjum alla til þess að leggja góð málefni lið. Keflingar í örlitlu villuvandræðum með lykilmenn. Já, Anna Ingunn og Daniela eru með 3 villur hvor, en annars er þetta bara nokkuð, annars eru þær búin að vera nokkuð stiltar. Aðeins meiri dreifing á villunum hjá Fjölnisstúlkum en enginn í neinu vandræðum. Vonum að okkar stúlkur komi jafn ákveðnar inn í seinni hálfleik og þær enduðu fyrri hálfleikinn. Ef ekki ákveðnari. Já. Tókum fram úr þeim í sóknarfrákastum undir lok fyrri hálfleiks, en sóknarfrákastum voru vesen í byrjun leiks fyrir okkar stelpur, en við höfum náð aðeins betri tökum og teiknum eftir því sem leið á fyrri hálfleikinn, en betur má að duga skal. Sýnist sömu byrjunarlið mæta hér inn á völlinn. Skemmtilegu móli sem við áttum okkur á hérna eftir fyrri hálfleikinn. Það í liði Keflavíkur eru 2 Agnesar og 2 önnur, og í liði Fjölnis eru 2 emmur og 2 sörur. Magnað. Síðan hálfleikur komin á stað. Keflingar með boltan. Emilía sækir inn í teiginn og skorar fyrstu stigin. Já. Kemur Keflavík í 36-35. Ariel Söru fær hann aftur út á kantinn, finnur línu inn í teignum. Fanney, Margrét og Margrét lætur vaða. Ekki gekk það. Hálsbreyt frá því. Það var að Katla. Hún lætur bara vaða. Hann er aðeins svo langur hjá Kötlu. Katla ekki verið að finna Fjölnissinni fyrir utan línuna þar sem afi leiks. Og Sara Vancesi. Góð vörn þarna hjá Keflvíkingum. Og Fanney endar upp með boltan, finnur Söru sem ákveður að róa þetta, finnur Ariel, 3 sekundur á skóklíkunni, Lína sækir á, fyrir hérna í skemmtileg túkskot sem er of stutt. Allt of stutt. Og Daniela enda með enn eitt frákastið. En hún nú komið með 8 frákast í leiknum. Vel gert hjá Önnu, nær ekki að klára leiðabið. Hún er búin að stela honum aður. Það er ákefð í okkar stúlkum. Á Margréti sem er galopin hérna á kantinum, þetta er ekki niður. (36-35) fyrir Keflavík. Katla hótar skotinu, finnur Önnu sem tekur hérna langan þrist og hann er beint ofan. Ekkert nema net. Sterk byrjun hjá Keflavík hérna í síðari hálfleik, 5-0 kafli og vörnin grimm hérna. Þétt pressa frá Keflavík. Og Katla uppsker villu. Svona átt að vera. Að gera að láta finna hans fyrir sér.
Ariel fær hindrun frá línu og þryggjastöðskot frá henni, það gengur ekki. Og Sara, og vel gert hjá Salbjörgu þarna. Og rífur þarna boltan. En Fjölnir á þetta. Örin á þeim. Fanney tekur innkastið. Finnur hérna Ariel langt fyrir utan, 10 sekúndur á skotklukku. Hindrun frá línu. Þéttur teigur núna, vel gert hjá Keflavík. Þetta er allt annað. Þétt vörn og það er að hitta á skotunum sínum, svoleiðis átt að vera. Kalla á Daníelu. Hanna. Fær hindrun frá Daníelu. 7 sekúndur á skotklukkunni. Daníela á Fanney. Fær hindrun frá Salbjörgu. Neyðist til að skjóta þessu. Og lengja þessu. Og Daníela hefur ekki átt að segja á því að hvað væri lítið eftir á skotklukkunni. En rétt tæpar 3 mínútur liðnar af leiklutanum og Fjölniskonur ennþá stigalausar. gaman að sjá að okkar stelpur farnar að loka teignum betur þegar að Fjölniskonur ráðast inn í teiginn. Það er allt lok og læst þar og við erum að ná að koma í veg fyrir að boltinn berist undir körfuna á línu. Ariel, Sara Jessie á Danielu með sterkar hreyfingu og klárar. Minnka munn í 2 stig, sterk hreyfing hérna hjá henni. Katla finnur Önnu sem ræðst á körfuna en tapar boltanum. Fanny komst inn í þessa sendingu og það er tvöfald á hana en brjóta þarna fullklaufalega. Katla þarna fá sína aðra villu. Óþarfi. En oft fylgir fiskur þess að spila stíf á vörn. Og það koma boltanum inn. Ariel finnur Fanny hérna sem freista þess að sækja á Kötlu. Og hér er Lína komin í teiginn, þægileg hana. Þeir á hann í. Hún jafnar leikinn 39-39. Óbúslega mjúkt stökkskot, mjúka núllið. Hér er Katla, Ariel til varnar. Daniela fær hundrun frá Salbjörgu, Lína skiptir á hana og þetta er ójafn leikur og hún fer alla leið en það gengur ekki. Katla með frákastið og opinn þristur í horninu og þessi dettur! Þetta er eins og að segja í Vinabæ. Bingo! Já. Það er fótur á Salbjörgu. En flott að brjóta upp þessar sóknir á Fjölniskonum. Bara við hæfi að fá einu svona handbolta vörslu þarna með löppinni í janúarmánuði. Og Daniela stelur þessum bolta. Í hraðaplöp, fær á einn. Hún er með Emilíu með sér. Það gerir hún. Fer alla leið sjálf og ekki dettur það fyrir hana. Hér er Ariel. Það eru núna 3-2. Fanny ákveður að skjóta ekki. Setur hún inn á línu undir, hún er tvöfölduð, snýr inn í teiginn og klárar. Það er minnka munni 1 stig, 42-41, keflaði ekki vil. Það hefði mátt loka endalínunni aðeins betur. Gefa henni færi á að snúa. Þetta var snyrtilega gert hjá henni samt. Katla tekur skotið af driblinu og setur það! Við höfum leikað 3 stigum úr þessari sókn. Vel gert hjá Mjög vel Kötlu. gert hjá Kötlu en hún er komið með 13 stig í leiknum. Ánægði með Kötlu þarna. Búin að vera svolítið köld fyrir utan en hún hættir ekkert að skjóta. Hún getur gert sjálf að segja stiga þesta leikmanni Vallanis með því að setja þetta víti niður. Fyrir hún í 14 stig sem er 1 stig meira en Línaði með hjá Fjölniskonum.
og Katla setur hann niður örugglega. Aldrei spurning. Það var það Fjölnir. Ariel. Og vörn hjá Emilíu. Þetta er hún að hafa vel fyrir þessu. Stórir olbúar. Fanney í hotþrist. Hittir ekki. Annars Mýr getur sótt hratt núna. Og komast inn í þetta. Og Sara Jassi Salbjörg komin í vörnina. hætti við að sækja Róarda niður. Daniela komin á Ariel hérna. Og hér er Lína komin niður. En sendir boltan út af. Keflavíkurbolti. Keflingaskipta, Erna Hákonardóttir kemur inn á fyrir Önnu Ingunni. Keflavíkurstúlkur að koma allar aðrar inn í seinni hálfleikinn heldur en þær voru inn fyrir. Búnar að þétta vörnina mikið og þetta er ekki næstum því eins og auðvelt fyrir Fjölniskonur að sækja körfunni eins og það var í fyrir hálfleik. Katla sækir af og gerir þetta vel. Sækir villuna. Sækir sterkt inn í teginn, nær í villuna. Ari þá að fá sína 3. villu. Það er aðeins að fara að passa sig. Það viljum við sjá. Katla búin að vera allt í öllu í sóknarleik. Keflvíkinga síðustu mínútur. Ariel Hörn en Salbjörg sendir þetta heim. Áviði þetta og Daniela Ver hún með sinna annan bolta. Katla með Fanney á sér. Biður hindrun. Daniela. Salbjörg setur upp hindrun fyrir hana. Nýtir hana. Er núna einn á línu og Lína. Emilía verður að skjóta. Neyðarskot. Þarna átti Daniela bara að taka skotið, var búinn að setja línu þarna á hælana. En enduðum í erfiðum þristið þarna sem að fór Jonni sendir skilaboðin á völlin til Keflavíkurstúlkna, þær verða að fara að skjóta betur. Það var Ariel. Finnur Fanneyju. Ariel hér sækir inn í teginn. Reynir hér skot sem gengur ekki, tekur sitt eigið frákast en hún er með Salbjörg á sér sem þýðir að Lína er með Emilíu á sér. Hún tekur þrýsting sjálf, hann dettur ekki. Erna bjargar sinna og vel gert. Já, það var að Katla. Keflavík æðir upp höllin. Salbjörg finnur Ernu. Daniela og Emilíu. Emilía keyrir að körfunni og sækir þessi 2 stig og víti. Þetta er ákveður það sem við viljum sjá. Góða boltarhefingu og árás á mannin þegar boltinn er hreyfður á milli kantana. Það er Emma Sóldís sem fær þessa vill á sig. 48-41, 2:45 eftir á 3. leikluta og Fjölniskonur taka leikhlé. Þetta er mesti munur sem hefur verið á liðunum í þessu leik. 7 stig og sú forusta er Keflavíkur. Við rúlum aðeins yfir stigæstu leikmenn vallarins. Katla Gerðarsdóttir með 15 stig, búin að eiga flottan 3. leikluta. Henni næst Daniela Wolen 10 stig og Salbjörg með 7 stig og 2 glæsilega varða bolta. Í liði Fjölnis, það er Lína Pigg Sjúter með 13 stig og Sara Jassi 8 og Ariel Hörn með 8 stig. Nú reynir Halldór Karl, þjálfari Fjölnismanna, að finna eitthvað svör við sóknarleik Keflvíkinga og finnst illa sóknarleikinn
Keflingar þurfa að halda áfram þessari ákefð. Sækja körfuna, ná í þessa villur og vera fasti gestir á línunni. Kunnum vel við okkur þar. Emilía setur þetta. Munurinn 8 stig. Ára Ariel. Hún í mun meiri vandræðum í síðara hálfleik að koma upp með boltan heldur en það var í fyrri. Og Salberg stelur þessu. Já. Þetta allt annað. Keflavíkur stúlkuvarnir að spila miklu betri vörn. Og Ariel stelur þessum af Emilíu. Keyrir upp völlinn. Emma Soldís sem að setja þetta sniðskot niður. Góð sending hjá Ariel eftir stólinn bolta. 49-43. Salbjörg og Kötlu sem fer beint upp í þristinn. Og setur hann. Gjörsamlega sjóðandi heit hérna í síðara hálfleiknum. Þá var Katla komið með 4 þrista í leiknum. Það verður nú bara að telja nokkuð gott. Það mjög gott. Heiða Hlín fékk hann út í horni. En Keflingar komast inn í þetta og innkastið Fjölniskvenna. Heiða Hlín Björnsdóttir, leikmaður númer 2. Agnes komin inn á fyrir Emilíu. Erna núna komin á Ariel. Sara Jessie finnur Heiðu sem að tekur hér skot úr jafnvægi. Hittir ekki. Katla kemur með boltan. Lætur bara vaða. Já, smá heat check hérna. En þessi ekki nálægt í að fara honi að gera að reyna þetta. Stundum með heitu höndina þá bara að gera aðtöða hversu heit hún er. Og það hér 5 frá liðsfélögum sínum hún yfirgefið völlinn og Edda Karlsdóttir kemur og leysir hann af. Og vel gert hjá Daníelu þarna. Bóta boltanum og þetta tapaða bolti í Fjölniskönum. Þetta allt annað. Vel gert. Við erum að neyða þær í alls konar vesen. Einn tapaði boltin í Fjölniskönum yfir síðari hálfleik. 52-43. Á Daníela. Þetta fær hindrun frá Salbjörgu. Daniela með Söru Jassi á sér og aftur, enn og aftur, rennur skotklukkan út. Þriðja sinn sem leiktíminn eða skotklukkan rennur út. Ekki alveg með á nótunum hvað klukkan slær. Þriðja skiptið þessum leikluta eða ekki? Sé annars sinn í þessu leikluta og eitt sinn í öðru leikluta. Erna gerir vel. Nagar hérna nokkra sekundur á skotklukkunni. Lína í þrist, setur hún ekki. Ariel með frákastið. Nú Salbjörg á henni. Gerir þetta erfitt og ver boltan. Þriðji varði boltin hjá Salbjörgu. Edda. Skynsöm. Fær skilaboð frá Jonna að stilla þessu bara upp. Sem hún gerir. Agnes langar í skotið, hætti við. Finnur Daníelu. Þetta í rytma. En skotið af. Lína með frákastið. Emma sem fer alla leið, vel gert hjá Salbjörg, gerir þetta mjög erfitt fyrir hana og hún klikkar á sig. 5 sekundur eftir á leiklutanum, Daníela sækir að körfunni og skorar. Og setur þetta. Lokar þessum leikluta með góðu gegnumbroti og Keflvíkingar eru 11 stigum yfir fyrir loka fjórðunginn hér í Blúhöllinni. Frábær leikluti. Tólstiga sveifla hér á milli leikluta. Keflvíkingar 1 stigi undir í hálfleik og eru núna 11 stigum yfir fyrir loka fjórðunginn. Það hefur verið Katla Garðarsdóttir sem hefur verið afar drjúg hérna í þriðja leiklutanum. Vörnin verið til fyrirmyndar.
Salbjörg Sævarsdóttir varið hérna 2 bolta og náða að koma í veg fyrir mörg opin færi, breytt fullt af skotum. Þá ber að minnast á Emilíu og Ernu og Daníelu sem hafa gert vel í því að gera hlutin erfiða fyrir Ariel að koma upp með boltan. Og það er ekki sama sjálfstraustið í liði gestana eins og var hérna í fyrri hálfleiknum. Minnum aftur á styrktarlínuna hérna á KFTV. Gera frjálsframlög að gera styrkja gott málefni, halda áfram þetta frábæra framtak. Þá er 4. leikluti farin af stað. Edda kikkar, Ariel keyrir upp völlinn. Þannig, og Daniel er næstum því búinn að ná að stela þessum bolta. Sara Vastjasi setur stökkskotið þarna. Það er þá Edda á Danielu, á Ernu, aftur á Eddu. Erna inn á Salbjörgu, Erna fer í skotið og setur 3 stiga skotið, frábærlega gert hjá Ernu. 57-45 og Fjölniskonur kasta boltana fram, lína inn og það er bara, menn eru bara farnir að spila fótbolta hérna. Gaman að sjá þetta. Og Fjölniskonur tapa boltanum. Kannski þá keflaði ykkur. En einn tapaði boltinu úr gestunum sem er vel fyrir okkur. Góð vörn að skapa þetta. Agnes á Eddu. Kemur Agnes aftur sem tekur Agnes fyrir þristinn. skotið og setur þristinn. Það eru búin að vera frábærar Keflavíkurstúlkur í 3 stiga skotunum sínum í seinni hálfleik. 60-45, Alexander, ég held hún hafi kallað spjaldið. Mér heyrðist það er fámennt í húsinu og ég ætla að gefa henni það. Ég held hún hafi kallað spjaldið. Þá er þetta í lagi. Erna að fá sína aðra villu hérna. 15 stiga munur. Margrét Ósk finnur línu. Ariel sækir inn í teginn. Salbjörg gerir vel. Erfitt þriggjastaskotur í Margréti. Það er loftbolti. Frábær vörn hjá Salbjörgu þarna. Það er Agnes. Edda. Salbjörg hótar skotinu og fer alla leið á línu og fiskar villuna. Það er, sýndist mér lína sem að brauta á henni hana. Jú, fær sína 3. villu. Salbjörg komið með 7 stig í dag og getur bætt 2 við. Búin að spila mjög vel hérna í kvöld. Sérstaklega varnarmenn hérna í seinni hálfleik. Fyrir að skoti fyrir ofan í. Ekki það seinna, en það er Sara Vastjasi sem að nær þessu framkasti. Ariel alveg geysist upp öllin hérna. Erna til varnar. Ariel keyrir á og fer í skotið. Hittir ekki en fær villuna.
Erna brotleg hérna, teygði sig á eftir henni, sló í hana og 2 skot. Erna þá þriðji Keflvíkingur sem fær með 3 villur. Ariel setur fyrra skotið ofan í. Og það seinna sömuleiðis. — 61-47. Agnes á Eddu Salbjörg. Sama Fjölniskonur konur í svæðisvörn. Daniela keyrir að og Keflavíkur stúlkur tapar boltanum. Margrét. Það er Ariel opinn þrist. Þristinn Þetta hittir er ekki ekki. lína og þetta er villa á Salbjörgu sýndist mér. Lína náði sér þarna góðri stöðun í tegnum, hirti frákastið, fór beint upp. Grunnatriðin á hreinu og þar að skjóta 2 skotum. Getur minkað munin í 12 stig, setjum bæðið honni. Það fyrra fyrir forgörðum, hún er búin að vera Mikið verið að leika sem er Mario hljóð hérna í húsinu. Já, við gefa gott sjátt á hljóðmanninn í húsinu, búin að vera var skemmtilegur. Klikkar á báðum vítunum og Daniela nær frákastinu. Hún er komið með einhver 12 frákastin í dag. Verða gjössalega bara eins og tröll í tegnum. Gerð Keflvíkinga breytingu. Treffull skipting, út að koma Erna, Edda og Agnes og inn á Agnes, nei afsakið, Anna Ingunn, Katla og Emilia. Þær eru inn á ásamt Danielu og Salbjörgu. Þetta er einmitt samanlið og hófleik hér í dag. Og Daniela fær hérna frítt þriggjastaskot upp Og setur hann niður að sjálfsögðu. Fjölniskonur hérna komnar í svæðisvörn, 2-3 og það ætti að opna fyrir þriggjastaskotin. Það er 17 stiga munur á liðunum. Fjölnir hefur gert 47 stig hér í dag og Keflavíkur stúlkur 64. Spilur lyftutónlist. Mikið verið að grínast með hljóði hérna sem er bara gaman. Gamla góða Jeopardy þemalagið. 6:40 eftir af leiknum. Nú þurfa Fjölniskonur að gera eitthvað róttækt, ætla þessari að gera eitthvað. Þetta er ekki til þess að hjálpa því. Lína sendi þennan bolta beint út af, smá misskilningur þarna á milli hennar og Ariel. Og enn einn tapaði boltinn hjá Fjölni. Það er að Katla, finnum Danielu, hindrun, Emilia. Fjölniskonur hafa tapað 17 boltum hérna í dag. Það er kannski full mikið. Langt fyrir utan. Þetta er ekki Daniela. Daniela rífur þetta frákast. Þetta kraftfrákast þarna. Reist þarna eins og fuglinn Fönix í tegnum. Og náði þessu frákasti en Fjölniskonur eiga þennan bolta samkvæmt uppkast örinni. Og Fanney komin hérna upp kantinn, finnur línu niður á lóðpost og þetta er eitthvað sem að hún þekki vel en skotið geigar. Hún er búin að hafa hægt sig hérna í seinni hálfleiki í stigaskorinu. Lína. Boltinn flýtur vel hjá Keflavík. Þriggjastaskot úr horninu, það er stutt. Sara Vastjasi með frákastið, finnur Ariel sem að kemur sér skemmtilega í gegnum þetta en það er ekkert auðvelt. Þetta er glæsilega gert hjá Danielu sem rífur af henni boltan, 2 auðveld stig. Þetta þarf ekki að vera flókið. Þetta þarf bara að virka. Sjáum það þegar Keflavíkstúlkur þjarma svona að henni þá er hún í tómi vandræðum. Líður bara ekkert vel með Emilíu þarna
andandun í hálsmálið á sér. Frábær pressa í sérstaklega í síðari hálfleik frá Keflavík. Lína. Klikkar þessu. Sara Jessie með frákastið, engin villa. Daniela með frákastið og þetta er vel gert hjá Söru Jessie. Nær hérna að grýta boltanum í Danielu út fyrir. Fjölniskonur eiga boltan og þá tekur Halldór Karl Þórsson þjálfari Fjölniskona leikhlé í stöðunni 63-47. Smávegis rugla á stigaskorunni okkur, staðan er 63-47, ekki 66-47. 5 mínútur tæpar til leiksloka, Keflingar með tögl og haldir á leiknum eins og staðan er núna, verið mun sterkari aðilinn hérna í síðari hálfleik. Já, ég er ekki frá því að Keflavík stúlkur komast aftur yfir hérna í bara á fyrstu sekundum síðari hálfleiks að þá hafa þær bara ekki gefið neitt eftir og ég held að Fjölnisstúlkur hafi ekkert verið yfir síðan þá. Þessi hárrétt hjá þér, það eru að valla setið sólar hérna á sínum sóknarhelmingi. Keflavíkurvörnin verið mun þéttari í síðari hálfleik, skapa þessa fórustu. 63-47 er staðan. Daniela Wolen kom með 17 stig, búin að spila feiki góða vörn þar að ekki og rífa niður hvert frákastið eftir öðru. Hún kom með 14 frákast hérna í dag. Og hér hjá Salbergu þarna gerir þetta erfitt fyrir Línu, langur tvistur hjá Söru, það geigar. Skoppar vel fyrir Emmu sem finnur Margréti sem að klárar í teignum og Villa Karfa góð. Villan á Salbjörgu. Hún kom með 4 villur. Víti geigar en frákastið er Fjölnismanna, Fjölniskvenna öllu heldur. Ariel spólaði sig þetta í gegnum teginn og Keflingar brjóta á henni áður en hún náði að finna Línu þarna skemmtilega inn í tegnum. Séu þetta hafi verið Fjölniskonur komnar í skotrétt og Ariel Hörn skýtur hérna 2 vítaskótum. Hún er búin að vera nokkuð örugg á vítalínunni. Þá var Ariel búinn að sitja niður öll sín 8 víti í dag. Staðan 63-51, ekki 66-51 eins og stendur á skjánum. Og Galop í skotfrönningun í horninu. Og hún setur þennan. Og þá er staðan rétt, 66-51. Anna Ingun hefur lesið þetta. Spurning með sóknarvilluna þarna. Ariel Hörn, risaþrist. Ariel kom með 15 stig. Setur þennan, flott skot. Ísilega gert hjá Emilíu þarna. Setur sér 9. stig þarna. Hér er rytma þristur, já, nú eru þær að hitna fyrir utan þriggjastellínuna. Emma með þennan þrist. (68-57), 11 stiga munur og hér Daniela tekur frákastið. Salbjörg Katla í þristinn. Þetta er skakt. Og Sara Jessie finnur Línu, þetta er alltaf þröngt, erfið sending. Salbjörg tekur þetta, þá var það Katla. 3 mínútur eftir, 11 stiga munur.
Fjölniskonur áfram í svæði. Emma Sóldís komst í þessa sendingu. Hann á Kötlu. 10 sekúndur á skotklukkunni. Katla finnur Emilíu í horninu með þristinn. Hann fer af spjaldinu. Dettur til Kötlu sem tekur þristinn og hann dansar af hringnum hérna. Og Fjölniskonur eiga þennan bolta. Sex leikmenn Fjölnis komnir á blaði þessu leik. Þó aðalega 4 sem eru komnir í 2 stiga tölu og hafa séð þetta svona að stærstum hluta. Ariel Hörn reynir aftur þrist. Þessi af. Hún verður að taka sénsa. Keflingastillir fyrir á leiðunum. Reyna að sækja gegn þessari svæðisvörð. Daniel fær hann niður á low post. Anna Ingunn í þrist sem dansar af hringnum og niður. Rosalega hár þristur hjá henni. Tókst næstum því. Keflingar með svona frákastur. Anna með frábært kött. Óheppinn að klára þetta ekki. Skemmtileg sending hana. Og dæmd villa hér á Danielu Volen. Hennar 4. villa. Og sem fyrr segir eru Fjölniskonur með skotrétt. Sem þýðir að Sara Vastjasi skýtur hér 2 skotum. Getur minnka muninn í 9 stig þegar að rétt tæplega 2 mínútur lifa leiks. Gerir það ekki, munurinn 10 stig, 68-58. Keflvíkingum í vil og Daniela driblar hérna upp niðuna, fer út á hægri. Það er Katla. Katla tekur skotið, það of stutt. Heyrðu, hérna barátta um boltann. Vel gert hjá Önnu Ingunni. Já. Og sýnist hún vera dæmd brotleg þarna. Og barátta þarna hjá Önnu. En hún fær villu sem ekki nógu gott þar sem að Fjölniskonur eru að fara að skjóta 2 vítaskótum á meðan klukkan stopp. Meðan fer Hörður Axel aðstoðarþjálfari yfir þetta hvað skuli gera núna næstu 1,5 mínútuna til að sigla þessu heim. Fyrra víti niður hjá Ariel. Hérna sömuleiðis 68-60. 8 stiga munur, 1,5 mínúta. Boltinn í höndunum á Danielu og Ariel dæmd brotleg hérna. Full áköf. Hún er að fá sína 4. villu, svo fyrsta í liði Fjölnis til þess að gera það. En þá 3 villur í að Keflvíkingar komist í skotrétt. Katla á Önnu, skynsöm, Daniela fer á Söru, Lína hjálpar, frábært kött þarna inn í teginn hjá Emilíu sem fær auðvelt sniðskot og fer langt með að sigla þessu heim. 10 stiga munur á liðunum og 75 sekúndur eftir. Frábær sending hjá Daniela þarna og frábært kött hjá Emilíu, eftirleikurinn auðveldur. Ariel með skotið, klikkar, nær frákastinu á Emmu, klikkar líka. Láta Lína heldur þessi inn á. Slæra þarna í Kötlu sem var með löppina á línunni. Þetta háréttur dómur held ég. Þetta var snjallt hjá Línu. Og Fjölniskonur taka leikhlé þegar 56 sekúndur eru eftir. 10 stiga munur. Þetta er hægt, en þetta er erfitt fyrir Fjölnis stúlkur. Það verður að segjast eins og er. Gerum við ekki ráð fyrir að okkar konur sigli þessu heim? Ég gerir fastlega ráð fyrir því miðað við hvernig seinni hálfleikur hefur spilast.
Sjáum að Fjölniskonur þurfa að brjóta þrisvar sinnum af sér til þess að senda Keflavíkur stúlkur á línuna. Það er ekki góð staða að vera í þegar að þú þarft að stoppa klukkuna. Við gætum mögulega séð þær brjóta af sér hérna eitthvað til þess að komast nær því. Feiki fín stemning hérna í Blue höllinni þrátt fyrir áhorfendaleysi. Plötusnúðurinn að fá 4 stjörnur af 5 mögulegum fyrir sitt framlag hér í dag. Góð blanda og góður tónlist. Fjölniskonur eiga boltan hér undir körfu Keflvíkinga. Þurfa hér ábyggilega að taka þrist lína. Fær boltan hérna úti, komið smá vandræði. Ariel finnur Emmu sem tekur þristinn og hann dettur ekki í línan með frákastið. Tvöfald á hana, velgert hjá Emilíu og já, þetta er hárrétt, frábær vörn hjá Salbjörgu. Neyðir hana til þess að stíga út af, lokað öllu þarna. Og þá er þetta orðið nokkuð þægilegt. Á Önnu. Hvað var þetta bara? Skynsemin. Skafa sekúndur á klukkunni. Þetta var nýlega. Hún held. Darra að dansa hérna með boltan og það er uppkast. Keflavík á boltan. 25 sekúndur eftir, 8 sekúndur á skóklukku. Og nú sýnist mér Fjölniskonur vera að kasta handklæðinu. Hér yfirgefa þær Ariel Hörn og Sara Vastjassi leikvöllin í fyrsta skipti í kvöld, í dag. Og ungir leikmenn djúpt að bekknum komnir inn á til þess að klára leikinn. Emilía ræðst á körfuna og innsiglar þetta vel gert. Tíu sekúndur eftir og spurning hvort að ná í skoti. 2 sekúndur, 2,7 sekúndur eftir hér á klukkunni. 72-60. Góður sigur Keflavíkur stúlkna hér í Höfn. Bara formsatriði núna klára þetta. Já, skemmtileg fletta sem endar ekki með körfu og þar með glimur loka flautið. Keflavíkur sigur hér í skemmtilegum leik í Blue höllinni. 72-60. Eftir erfiða byrjun var það varnarleikurinn sem að skapaði góðan seinni hálfleik. 12 stiga sigur staðreynd. Stigahæstari liði Keflavíkur í þessum leik. Katla Gerðarsdóttir með 18 stig, Daniela Wallen 17, Emilía með 13 stig. Í liði gestanna var það Ariel Hörn sem skoraði 17, Lína Piksjúte með 13 stig og Sara Jessi 11, Emma Sóldís, hún setti 12 stig. En að lokum sanngjarn Keflavíkur sigur hér og þær eru því enn ósigraðar í deildinni. 3 sigurleikir, ekkert tap, meðan að Fjölniskonur hafa tapað öllum sínum leikjum að ég best tel.
Afsakið, Fjölniskonur að tapa hérna sínum öðrum leik á tímabilinu. Að vinna rest. Tólfstiga sigur Keflavík-stúlkna Starind, sanngjarn sigur, heildina bara flottur leikur hjá stelpunum. Næsti leikur Keflvíkinga gegn Haukum á miðvikudaginn, þriðjudaginn. Á miðvikudaginn 20. janúar í Ólafssal í Hafnarfirði. Ég held að við ætlum ekki að hafa þetta lengra í dag. Nei, þökkum bara kærlega fyrir okkur. Já. Og áfram Keflavík.